Já, Hákon. Tap á móti Danmörku. Það var svona nokkuð afgerandi munur á liðunum, svona allavega í fyrri hálfleik. Já, þetta var þetta er svolítið svona ég held þessi bara pínu eitthvað sem við þurfum bara að fara að skoða með bara hvað við erum að gera heima, sko. Bara þær virðast ekki vera vanar því að spila undir mikilli pressu. Bara leiðum við komum hérna út að þá svona allt physicality og allt og við erum bara pínu hræddar og litlar og inn í okkur og já, ég svona, það er svona mestu ágæta sem við hafði. Ég hélt ég væri með það gott lið í öndanum en við virðumst bara bogna bara við fyrsta, sama móti Norðmönnum. Þú veist, Svíar spiluðu ekki svona fast á okkur, þá svona sýndu okkur betri liðar. Eistarnir þegar þær voru aðeins að lemja okkur í seinni hálfleik þá bara duttuðu tilbaka, sko. Þú veist, já, ég svona pínu ágefni. Ég held við værum á öðrum stað, sko. Andlegt kannski líka erfitt, þú veist, ef þú kemur boltanum mikið með því þá svona það lækkar alltaf, kroppast alltaf smá í sjálfstrausti og svona. En þið fáum nú 2 leikstjórnendur inn fyrir Evrópumótið, ekki? Já, auðvitað eigum við Berglindi og Rún inni, þú veist, en samt, þú veist, það þurfa allar, við getum ekki bara beðið eftir þeim. Þú veist, það verða allar að vera tilbúnar að leggja búkið. Við erum að fara með 12 leikmenn á Evrópumótið og það er ástæða fyrir því. Þú veist, við getum ekki bara falið okkur á bakvið að vanti já, og mögulega besta leikmanninn, þú veist. Já. Þú veist, ekki mögulega, en þú veist, við verðum að vera með kassan úti og allan að þora að berja frá okkur, sko. Þú veist, þessu sama sagan eiginlega bara í öllum þessum 3 leikjum sem við erum búin að tapa svona við hörfum, við bara snúum bakinn í körfuna og reynum svona einhvern veginn að fela boltann og látum ýta okkur bara út úr öllu og halda okkur og staðinn fyrir og svo förum við soft upp en við fáum ekki eins mikið að villum, sko. Svona. Það er Guðmur Sáni. Já. En síðasti leikurinn á morgun gegn umdeilanlega besta liðinu á mótinu. Hvað er uppleggið? Já, uppleggið verður bara að verða betri á morgun heldur en við vorum í dag. Þú veist, gamla góða sagan, sko. En við þurfum bara, þú veist, leiðum við förum, þú veist, sóknarlega þá erum við alltaf að fara út úr kerfunum okkar á vitlausu stöðu. Þú veist, ef þú ætlar að fara út úr kerfinu, gerðu það almennilega þegar þú áttu rétt og það opnast allt. Ekki, þú veist, við rejectum alltaf skríninu, förum inn í pakkan aftur. Í staðinn fyrir eða þá förum aðeins út úr skríninu og tökum við boltann. Leyfum aldrei neinu að þróast. Þannig að það verður og er búið að vera uppleggið alla leiki að bæta þetta. Að fá sóknin okkar og meira flæði í gegn. Ekki stoppa alltaf boltann þegar við komum út úr hindrunum og öðru, sko. Þannig að leyfa sóknina þess að þróast. Fylgjumst með því á morgun. Jós. Gangi þér vel. Takk fyrir.